Árið 1877 varð Valdimar Fischer eigandi miðverslunar í Keflavík. Keflavíkurverslun hans talin vera fyrsta lágvöruverslunin á Íslandi. Fischer byggði hús í Keflavík árið 1881. Í húsinu var verslunin á neðri hæð og faktorinn bjó á efri hæðinni. Fischershúsið var glæsilegt hús og fyrsta tvíloftaða húsið í Keflavík. Það var tilsniðið í Danmörku, hver spýta merkt áður en því var pakkað niður og það síðan reist í Keflavík án þess að einn einasti nagli væri notaður í grindina. Allt var þar geirinelt. Húsið var síðan lengi í höndum útgerðarmanna og fiskvinnslufyrirtækja í Keflavík og reyttust af því fjaðrirnar smám saman. Það var órjúfanlegur hluti af verslunartorfinu í Keflavík og jafnframt djást þeirrar gömlu byggðar. Þessi verslunartorfa eins og heiligasta á landinu. Nú unnið að endurnýjun hússins eftir teikningum Páls V. Bjarnasonar arkitekts. Við hittum Pál í Fischershúsi og ræddum við hann húsið. Hann hefur verið mjög stór huga kallinn á sínum tíma. Það hefur verið það, vegna þess að það ekki mikið að vera á þessum stað. Nei. Það ekki fyrir seinna sem að hann fer að versla í Reykjavík og sem náttúrulega höfuðstaðurinn þá og En hann byrjar hér. Veistu út af hverju? Vitað eitthvað það? Það ekki vitað, en það náttúrulega var hefð fyrir verslun hér, fyrir svæðið, öll Suðurnesin. Því hérna byrjar Jakobíus kaupmaður á 18. öld og hann bjó í kaupmannshúsinu sem við munum eftir sem var sagt að hafi verið rutt hérna niður í fjöru í gamla daga, eða 1961. Sem stóð hérna aðeins utar. Og það var elsta hús í Keflavík sem fór þar fyrir lítið. Já. En það var talað ég heyrði talað það, þegar Fischer byrjar með þessa verslun hér, að þá hafi það verið talið vera fyrsta lágvöruverslunin á Íslandi, sem dálítið merkilegt á þessum tíma. Og nú verið að gera þetta upp eftir Þetta alltaf einstök staðsetting hérna við aðal svona Vestlandagötu Keflavíkur, Reykjanesbæjar. Og hefur alla burði til þess að verða bara svona miðpunktur eiginlega. Þessi torfa hérna með gömlubúð, bryggjuhúsinu og bíósalnum og safninu, að þetta verði þetta í rauninni orðið svona miðkjarni. Menningarlegur miðkjarni. Já, það hefur tekist ákaflega vel til hérna með þessa uppbyggingu og þetta má eiginlega segja, þetta svona næsta skref og það sem maður svona hefur heyrt utan af sér að það sé áhugi fyrir því og það búið að leggja, það ákveða að leggja eitthvað fé í áframhaldandi uppbyggingu á húsinu. Já, það búið að gera það og það bara mjög gott mál að bæjarfélagið farið að undirbúa þennan kjarna hérna. Já, þeir náttúrulega löngu byrjaðir á því, ég segi það ekki. En að halda þessu starfi áfram. En ertu með eitthvað hugmynd handa bæjarfélaginu, forsvarsmanna þess? Hvað myndirðu vilja sjá í þessu húsi? Ég held að ég myndi helst vilja sjá eitthvað í líkingu við Höfða í Reykjavík. Að þetta sé svona eins konar móttökuhús og fyrir sveitafélagið og bæjarstjórnina og það jafnvel hægt að vera með einhverjar skrifstofu bæjarstjóra eða eitthvað takmarkað hérna uppi og þessi verslun, þessi búðar staðsetning hér alveg einstök og býður upp á svo marga möguleika að endurgera hana og hafa þar eins konar sýningu og hægt að samnýta þá sýningu eða þann sýningarsal fyrir móttökur og ýmislegt annað sem að bæjarfélagið ætti að standa að Þegar ég ekki viss að Keflvíkingar eða Reykjanesbúar átti sig á því að þessi torfa hérna ein merkilegasta torfan af menningarsögulegum toga sem að við eigum í þessu landi. Þetta ekkert öðruvísi. Þetta svo stórt og mikið. Tala nú ekki þegar verður farið að grafa upp Keflavíkurbæinn sem hérna aðeins utar. Það sem að tóftirnar eru. En kíkjum hérna aðeins inn í Fischershverslun. Hvað hét hún? Hét hún eitthvað annað? Nei, hún hét það.
Nei, þetta hefur nú verið ansi vegleg verslun á sínum tíma. Já, það gerðist ekki mikið veglegri, sko. Nei. Og þetta í rauninni höfum við allt hérna inni, eða grunninn að þessari verslun höfum við hérna. Okkur vantar að vísu búðarskenkin, en hillurnar og hillur og skúffur og allt, það hérna, sem að þýðir að það bara tiltölulega auðvelt að endursmíða þetta allt. Við getum rannsaka veggina, það að segja liti á veggjónum. Þetta upphaflega veggklæðning í þessi panel. Það hægt að stúdera litina sem eru elstu litirnir og endurbyggja þetta allt. Það bara að kosta peninga, en það voðalega lítið mál að gera það. Það þarf ekki að skálda neitt mjög mikið. Maður sér það alveg hægt að gera þetta, og þetta bara svona dýrgripur þetta hús. Já. Það alveg mjög auðvelt í rauninni, það bara smá rannsóknir og... Já. Ekki frekar sjaldgæft að svona, hvað getur við sagt, að svona innanstokksmunir séu í rauninni ennþá í svona gömlu húsi? Er það algengt? Nei, það alls ekki algengt. Það helst samt í gömlum verslunum. Það ein í Hafnarfirði sem við hliðina á kirkjunni. Verslun Einars Þorgilssonar, hún er bakari í dag, og þar notaði bara gömlu innréttingarnar eins og þær voru, og þær voru alveg óskemmdar. Þannig að það þurfti ekkert mikið að gera. En það mjög sjaldgæft að finna svoleiðis. Já. Yfirleitt búið að rífa þetta allt út. En þessi klæðning utan á húsinu sem búið að vera klára núna, hún náttúrulega mikil prýði. Hvernig þetta í líkingu við það sem var hér á uppástögum húsins? Klæðningin sem hérna á þessum gafli, að það upphafleg klæðning. Það að segja innri klæðningin, en listarnir eru nýir, sem eru utan á samskiptum. En klæðningin sjálf, hún upphafleg. Þið sjáuð upphaflega klæðningu hér á bakhliðinni. Það verið að gera við hana núna, akkurat þessa dagana. En á framhliðinni og þessum gafli, þar var eiginlega ekkert eftir. Þannig að hún ný. En á gömlu klæðningunni upphaflegu, þar gat ég fundið litinn og allt, sem var síðan endurblandaður, og það liturinn sem utan á húsinu í dag. Einhver ástæða fyrir því að þú ert að grúska í þessu? Áhugi. Þetta líka mitt fag. Já. En ekki síst áhugi, af því að áhugi fyrir gömlum húsum og svona rannsóknum. Gamall Keflvíkingur. Já, svo náttúrulega blandast það inn í að ég var að þvælast hérna sem krakki. Þegar við vorum krakkar, þá vorum við að þvælast inn í bryggjuhúsinu. Fara upp í ris og í bókhaldi frá dús upp í kvistinum. Ég man vel eftir þessu að við bara gátum setið þarna bara og blaðað í reikningsbókum frá dús. Þú sér gríðarlega mögulega, en hvað með fiskverkunarhúsin sem búið að vera að nýta eitthvað og rífa líka? Sérðu eitthvað á þessu svæði við húsið? Hvaða möguleika sérðu þar? Ég hef nú ekki gefið því mikinn gaum svo sem, en mér finnst ástæða til þess að hreinsa allt upp hérna og endurbyggja steinvegginn sem er orðinn dálítið götóttur og eiginlega horfinn hérna fyrir Tungötu, og að gera þetta, það væri gaman að gera þetta annaðhvort svona aldingarði eins og Ólafur Ólafsson hafði draum sínum, eða þá, ég veit ekki hvort það mætti nokkuð, eða mér finnst að ætti að byggja nokkuð þarna á þessu. Ég er ekki viss um það. Það er bara mjög mikil virði fyrir hvert bæjarfélag að eiga svona torfu sem segir sögu bæjarins, bara með því að horfa á þetta og kannski kynna sér þetta aðeins. Og eins og ég sagði áðan, þá er ég ekki viss um að Keflvíkingar átti sig á því að þessum perlum sem þeir eiga. Og það eru fleiri perlur sem á eftir að taka, sem til dæmis gamla Ungó, sem var Knútssonsverslun. Hún þarna líka. Þetta mætti að mínum áliti fara og halda áfram að byggja upp
menningar eiginlega setur Reykjanesbæjar. Hefur alla burði til þess og vonandi verður það í framtíðinni. Og á skemmtilegum stað hérna við sjóinn og ég meina, eitthvað hafa menn verið að hugsa þegar þeir byggðu þetta á sínum tíma. Þeir vildu náttúrulega vera nálægt sjónum. Nálægt sjónum og nálægt bátum og skipum sem komu með vörur og slíkt eða afla. Já. Þannig að það var bara eðlilegt að byggja við sjóinn. Já. Þannig að þetta eitthvað sem að við komum þeim skilaboðum til forsvarsmanna Reykjanesbæjar. Haldið áfram að gera eitthvað gott hérna. Já, ég vona að ég geri það. Já. Kominn tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboksin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Hræsingar og kostakjör.